Komið sæl og verið velkomin á fótboltagólfvöll við Hótel Örk í Hveragerði. Nú ætla ég að renna í gegnum völlin og kynna ykkur allar brautir vallarins og út af hvað leikurinn gengur. Hér eru við á fyrstu braut, hún er par 4. Hérna sjáum við eftir brautinni. Hólan er þarna út í handa, það eru 2 hlið. Þarna þarf boltinn að fara í gegnum hliðin og þessi braut er bein og mjög löng. En nú erum við komin á braut nr. 2 og hún er par 4. Það er bara 1 lið en svolítið að hindrunum við hóluna sjálfa. Og hérna geta menn tekið sinn og þrumað og reynt að koma sem næst hólunni í einu sparki. Og eins og sjáum við það rúlar boltinn snirtilega gegnum hliðið. Og þá skulum við kíkja á braut nr. 3, hún er par 3 og eins og sá á skiltinu þá er hlið og svo er mikil hægri beygja. Sést þarna aðeins í tréð lengst til hægri, hólan er aðeins lengra en tréð þar til hliðar og þarna í þessari braut gildir að koma boltana vel fyrir, þannig að eins og núna þá getum við að setja hann beint áttin á hólunni. Þetta er par 3. Fjórða braut, hún er par 3, stuttbraut, hlið og hólan er þarna að bak við trén, þannig að það er gegnum hliðin og svo til hægri. Hérna kemur sér vel að vera örfættur eða utanfór til hægri spilna, þannig að boltinn beygir í áttina að hólunni. Svolítið erfið hóla, trén geta verið að þvælast fyrir manni tíma og tíma. Fimmta braut er örstutt. Þetta er bara innanfótaspilna, boltinn lagður þarna upp af, síðan þarf að vippa honum í pokan og hérna gildir það að vera að staðsetja bolta sem best upp á að geta vippa honum upp í, eins og þarna er boltinn á mjög góðum stað upp á að klára brautina. Sjötta braut, hún er par 5. Hún er svolítið löng, þá þarf að fara í gegnum þetta hlið og þetta hallar undan, þannig að það er að passa að boltinn sé ekki á fastu, þannig að rúli þarna niður í röffið. Síðan eftir að boltinn er komið þarna í gegn þá er hann ágætlega staðsettur. Þá sjáum við beinan langan kafla núna og hérna þarf boltinn að fara að milli eða í þessi trjágöng og hóluna þarna aðeins upp í brekkunni, hún sést nú ekki þarna. Það lítur vel út þessi bolti en rúlar upp að trénu, smá vandræði, svolítið strembin hóla. Og sjöunda brautin, hún er par 5, þetta er löng hóla og þarna er hindrun fyrir fram að fyrsta hlið nr. 2 er þarna í hallana líka. Það þarf að fara í gegnum þessi 2 hlið, svo er hólan, hún er eiginlega beint á móti tegnum, þannig að þetta er svona risa boga dregin lína. Eftir að koma í gegnum seinna hlið, þá þurfum við að spila til vinstri svolítið langt. Svo, nú er þessi bullandi vandræðan og þarf að pikka honum til hliðar til þess að geta haldið áfram. Við sjá hvernig hún lítur út svo. Þarna er hólan sjálf. Næst fyrir við á 8. braut. Þarna eru 3 fyrir, þannig að það er annarkost að reyna að skjóta á milli þeirra eða vippa yfir þau. Fyrsta hliðið er akkurat bak við trén á þessari mynd. Þannig að það er svolítið snúið, menn vilja geta reyna að setja yfir trén. Þá geta menn lent í vandræðum og boltinn fest í trjánum. Eða það er sennilega einfaldast að fara þarna fram hjá þeim. Það sést aðeins í flaggi þarna lengst til hægra myndinni á þessari braut, á þessari hólu. Og það er líka ein hindrun sem sést þarna. Ef vel er að gá þá sést þetta ágætlega núna. 9. brautin, hún er par 3, stutt braut og hún lítur svona út. Það er hlið og það er þarna hindranir fyrir
en þarna gildir að reyna að komast bara sem næst í fyrsta. Það ætti að vera auðvelt með góðri innanfótaspyrnu og helst náttúrulega vera beint á svo að menn þurfi ekki að fara að vippa yfir grindurna sem þarna við hóluna. Stöngin inn, það er slappir og hot. Já, svona lítur þetta út. Þá er konar 10. braut. Hún er svolítið zigzag, hún er par 4 og hérna sjáum við fyrsta hlið. Það þarf að fara laust þarna í gegn, þannig að maður getur spilað í gegnum næsta hlið. Þetta er svolítið til hliðar. Hérna reynir á innanfótaspyrnurnar aftur og aftur. Þarna sleppar hann í gegn og svo skulum við sjá hvernig hann lítur út hérðan. Nú þarf að fara næst í gegnum þetta hlið og reglurnar á öllum brautum eru þannig að maður hittir ekki gegnum hliðið eins og gerist núna. Þá þarf leikmaður að spila tilbaka og hann má ekki fara öfum einu hliðið tilbaka. Þannig að nú er þessi leikmaður búinn að tapa þarna dýrmætu höggi, sparki. Og hérna sjáum við svo hóluna. Það er þarna litlar hindranir í kring. Þannig að eru vorulítir á vellinum ennþá. Aðeins byrja að grenka. Og þarna kemur boltinn og enn á eftir að pótast upp. 11. og síðasta brautin. Hún er par 5, svolítið löng og strömbin. Hér þarf fyrst að fara í gegnum þetta stutta rör og hérna er spurningum að vera ekkert of fastur eins og þessi leikmaður lendir í sem tekur núna spyrnu. Hann ætlar að fara í gegnum en hann skoppar upp fyrir brúnuna. Nú þarf hann að spila tilbaka og leggja á röri til að komast í gegn. Þarna gildir að vera bara laus til að fara í gegn. Og núna sjáum við hliðið sem það fara í gegnum og það eru hindranir og flaggið blaktir þarna við endan. Þetta er 11. braut og það eru 11 brautir í dag uppsettar á vellinum og segja bara góða skemmtun og gangi ykkur vel.